Já, ég hef svo mikla trú á, sko, ég hef svolítið verið að vinna í markaðsmálum í gegnum tíðina og ég hef svo mikla trú á því að YouTube sé að fara að þú veist, það er orðið hann úti, skilurðu, YouTube er bara að vaxa hraðar heldur en TikTok á heimsvísu. Já, það er náttúrulega sérstaklega núna eftir allt saman. Já, með þessa óvissu með okkar mann. Er hann ekki okkar maður? Hann er svo mikið í frétt. Ég les ekki frétt. Ég sé að hann er hann og hugsa hann hlýtur að vera eitthvað gott. Annars væri hann ekki svona mikið í fréttunum. Appelsingulur á litin, appelsingulur upp á liturum minn, þannig að... Já. Hæ, ég heiti Stefán, þetta er podcastið mitt, það heitir Ekkert að þakka, þetta er Sindri. Halló. Í þættinum þá fæ ég til minn gest og við tölum síðustu viku í lífi viðkomandi og síðan leysi ég eitt vandamál. Hæ Sindri. Hæ. Ég var að fá mér þetta hérna dót notabene og núna get ég gert fuck, ég glemdi að ramma inn fyrir að þú værir að splitscreeni myndi virka. Nett. Hvað gerðir þú fyrir einni viku síðan? Á sunnudegi. Á sunnudegi, já. Byrjaði að skutla kærasta mínum í vinnuna. Hvað gerir kærastaðinn? Hann er að vinna í NPA. Já. Hann er að sjá konu og hann er í Kópavogi. Og þú býrði í miðbæ eða? Ekki alveg miðbæn, ég er í bak við flugvöllin. Ok. Þannig að þetta er ferð. Já. Er hann á svona sólarhringsvöktum svona? Nei, reyndar ekki. Þetta er 12 tíma vakt á sunnudögum, þannig að það er alltaf að fara svona snemma. Já. Mér langar svo mikið, þú veist, það er ekki draumur hjá mér, en það er svona eitt af því sem ég hef alltaf verið að íhuga, svona, maður sér af og til, þú veist, það sem að fólk er með mikla stuðningsþörf. Já. Og er með einhvern á sólarhringsvöktum og þá maður bara vinna 5 daga vikunar eða eitthvað. Nei, 5 daga mánaðarins eða eitthvað. Mér finnst það að virka ógeðslega sweet. Ég akkurat, einn fyrirverandi kærasta mín akkurat var, ég er svona löngu vöktum og það var alltaf erfitt að svolítið ná í hana, nefnum bara svona, síðan voru bara tímar það sem var ekkert nema hægt að ná í hana. Já, af því að skjólstæðingurinn var bara sofandi þá. Já, einmitt. Heyrðu, ok, þannig að þú skutlar honum klukkan hvað er? Það er klukkan 10 sem hann á að mæta, þannig að við líklegast fórum í Krónuna, náðum í hádegismatinn hans og þannig og já, síðan þurfti ég að flýta mér yfir í 104 út því að ég var að spila Dungeons and Dragons. Hvaða kampæn, þú ert að stýra þú sagði mér að rétt árunni byrjum. Já. Er þetta eitthvað sem þú bjóst til eða ertu með eitthvað? Þetta er eitthvað sem ég bý til, já. Nice. Þetta er Spelljammer, nema mjög homebrewað og eiginlega bara svolítið svona, ég bara gamnaði að segja ykkur að skrýmna sögu, það er aðalega svona, já. Geðvægt. Ég ætlaði að fara á stað með, ég fór á stað með Curse of Strahd. Ég er mest í homebrewum bæði sem spilari og sem en minnst Curse of Strahd svo ógeðslega sexy æventýri. Strahd sjálfur líka. Strahd sjálfur er mjög heitur. Og ég tók eitthvað svona ég laði ógeðslega mikla vinnu í að skrifa svona inngang, þú veist, ég tók Into the Fog dæmið, tók eitt kampæn sem var bara inngangur, bjóð til fullt, þú veist, ég svona kynnti fullt af lóri og síðan bara ekkert. Þetta er við erum ekki nákvæmlega búin sama. að taka Curse of Strahd fyrir einhverjum 7 árum þegar við reyndum þá nákvæmlega sama gerist. Varst þú líka að stýra þá? Nei, reyndar ekki. Það var vinn minn Viðar. Einmitt. Það er bara eins og fólk svona, já, þetta er spennandi og síðan er þetta búið, ok. Já, einmitt. Og ég held líka að fólk sé svo meðvitað þú veist, Curse of Strahd, þetta er bara, þú veist, þetta er 4-5 ára skuldbinding og fólk færi bara kvíða líka að vera að hugsa það held ég sko. Herra, ok, þú fórst í D&D í 104. Já. Og þar sem þú ert að stýra, já. Hvað eru margir í hópnöðunum? Þau eru 3. Þannig að það hefur upphaflega voru 4, síðan datt einn út og síðan koma einn inn og síðan flutti hann og bara fólk að flytja út úr landi ekki lagi. En það hefur verið þessi core 3 manna hópur í alveg mörg ár. Ok, og ert þú
ert þú svona permanent DM í þessum hóp eða? Já, ég held jú, það hefur enginn annan stjórnað en ég Ok, það ekkert eitthvað stjórn segja mig eitthvað hann eða bara þau hafa gamna því að spila karakterar og ég er með hennan heim sem ég er búin að vera að vinna í mörg ár nice. Þetta var kannski hvað klukkan bara 11 eða eitthvað sem þið hittist? Nei, reyndar, þetta var held ég bara hálf 10 bara rétt eftir ég skuttla þannig að hálf 11 bara Ok, cool fer beint yfir og síðan voru við alveg til hvað er það ég þurfti að fara snemma af hverju þurfti ég að fara snemma það er möguleik að ég hafi farið í podcast á sundag Ok hjá honum Hulla Hvað er hann að gera? Þess að ég held að það sé ekki komið út ég held að hann sé að safna upp þáttum núna en það þess að 11 spurningar 11 kvikmyndir eitthvað þannig Nice Og er þetta spurningakeppni eða? Nei, þetta er bara spjallum bíómyndir sem að, já, mjög næs Geggjað og 10:30 þetta er geðveikur tími til að spila þannig að við fengum okkur þú veist að borða á allt saman með Já, ert þú kvöldsvæf? Ég sko það bara fyrir svolítið eftir aðstæðum akkurat þá því að ég get alveg komið mér út kvöldið þú veist ég vinni eins og brjálæðingur þannig að þú veist ef ég er heima að gera eitthvað þá bara held ég áfram þannig að það er búið en svona yfir höfuð þá verði ég svolítið useless svona samtalslega eftir ég veit ekki svona miðnætti þá bara kemur ekki mikið meira út úr mér Ég skil ég er nefnilega mjög kvöldsvæfur og það er það erfiðast að finnst mér við þetta yndislega hobby D&D og reyndar þannig að fá ljós sem ég skýta mig sagði Þetta er eitthvað svona ómenn Já, einmitt Þetta var ógeðslega fyndið Já Gott að Það hljómaði eins og heiminn verið að hreinja í mín meirum sko. Já, einmitt Náttúrulega fyrir samankvörtið séð að horfa að hlusta þá sé þetta ég með eitthvað svona mjög ódýrt softbox sem ég er að nota til að lýsa okkur Sindra og ég festi það upp í loft með einhverju algjöru skítamixi Er þetta hot glue? Þetta er hot glue, já Aron sem var hérna á hann er náttúrulega, hann er sveiðstjóri til hérna að bíða svona leikmyndahönnur og bara svona mjög svona, hvað maður að segja, svona funkarandi manneskja sem ég er ekki og hann sagði þú ættir ekki að hot glue þetta mun ekki halda og ég var eitthvað jú, hann var eitthvað, ég get komið með bor við getum borað gegnum þessa plötu og var eitthvað, nei, þetta heldur setja þetta upp í loft og eitthvað, sjáðu Aron og þegar ég segi ég setja þetta upp í loft þá meina ég Aron borar þetta upp í loft fyrir mig Akkurat Pabbi, viltu please og hann er eitthvað þetta er þitt podcast, Stefán sko, ég er að hugsa að bara láta okkur deila þessu ljósi þarna mér finnst þetta bara eiginlega fallegra svona sko þannig ég ætla bara að taka dýpri skuggar, nákvæmlega meira svona interior já og ég fæ þitt græna ljós sem grafískan hönnuð þannig að útlitslega meika sens ég klippi podcastið ekki neitt þetta verður inn í því halló við erum fagfólk og þess vegna gerum við þetta maður þarf að læra fyrst grunninn og hvað má og hvað má ekki til þess að geta brotið reglunar og við erum að brjóta það núna Já, ég nefnilega, þú veist, við vissum alveg bæði að þetta hot glue væri ekki bara að virka en ég hringdi mitt í Sindraði og ég sagði, ætti ég ekki bara að setja hot glue hann sagði, já, auðvitað setur hot glue við rættum þetta saman og sagði samt líka við erum að brjóta reglunar með því Heyrðu, ok, já, þetta er yndislega hobby að maður byrjar svo oft að spila klukkan 7-8 og maður er ekki, þú veist, og ég er mjög kvöldsvæður what the fuck hvað er að gerast? Ætli, er þetta ennþá að taka upp? Já, nei, þannig er það komið, ok Já, það bara sloknaði á sjónvarpinu Já,
mesta tækni vesen sem ég hef lent í. Vissulega er ég líka með nýja græju hérna. Já. Þetta er yndislega hobby. Maður byrjar að spila klokkan 8 og ég er svo kvöldsvæfur að ég er oft bara klukkan svona 11 við DM en eitthvað. Já. Getum við ekki farið að wrap this up aðeins? Það sem ég mæli bara með er að hafa frekar akkurat snemma út af því að og hafa bara einn dag og því að eins og ég sagði, ég er búin að vera að gera þetta í eitthvað 7 ára eða eitthvað og bara ef maður hefur alltaf einn dag þá er þetta alltaf bara á þessum tíma klukkan eitthvað á þessum degi og þá meira segja þegar maður er að sækja vinnur þá enda maður á því að segja getum við haft sunnudaginn lausan sem að er líka bara holdt fyrir mann maður þarf að hafa einhverja daga sem maður er bara með garantera að lausa Herra, okay, og þú ert að spila þar til eitthvað svona bara 3 kannski ferði podcast milli 3 og 5 er yfirleitt hvað við erum búin við byrjum milli 10 og 12 þetta er svona 5 tímar eitthvað sem við þú fyrir podcast til Hulla ég held að það hafi verið sunnudag og svona hver finnst þér að vera betri podcast host á þessum tímapunkti ég eða Hulli sko það er svolítið erfitt vegna þess að náttúrulega þegar ég fer inn í uppistand þá sem sagt var það í rauninni gegnum það að ég fílaði myndasögunar Hulla og síðan sem sagt dró vinkonum mín mig á sem sagt í það sem að The Irishman er núna á Rosenberg Rosenberg á Cod Wars það var reyndar Australia og þannig ég hlustaði á Australia í mörg ár og það í rauninni er svona mín leið inn í uppistandi þannig að það er svolítið svona erfitt að það er svolítið erfitt að viðurkenna að ég er betri podcast host en Hulli af því að þú ert með þessa tilfinningatengingu gamli Rosenberg var geggjað venju fyrir uppistand mér fannst það bara með betri venjum ég náði aldrei að sína þar en mér langaði rosalega mikið til þess hæfilegt magn af fólki eins og reyndar nýju það sem að þú ert með þitt kennlíf sýningu í Tjarnabíó Ytri salurinn 60 manns held ég að sé alveg maxið en yfirleitt það þarf ekki nema 20 manns það þarf nefnilega ekki nema eins og að sé hellingur af fólki nefnilega sko þannig að það er hann er alveg frábær í það hvað er minnsti hópur sem þú er sýnt fyrir? Minn eru 4 sko, fer eftir hvort þú telur svona open mic á þannig út því að þar hef ég alveg gert fyrir 3 en þú veist, það var bara svona, þú veist, mér vantar að pröfa þetta efni, ég er með sýningu eftir helgi þú veist, svona en svona yfir höfuð þá, ef að eitthvað byrjar sem ógeðslega lítið því er yfirleitt sín á gauknum og þar getur fólk labbað inn ef maður byrjar bara og það eru 3 mannskjur þá getur alveg verið að það séu 30-40 inni við endan ef að það er bara svona væpið í bænum fólk heyrir náttúrulega þegar lappar framhjá það er eitthvað í gangi þú sýnir svolítið á ensku er það ekki? Jú, ég þurfti ekki ég hef verið í enskumælandi senni svo lengi það er náttúrulega mjög erfitt að komast inn í íslensku senna nema að þekki eitthvað og þannig ég í rauninni fór í gegnum Reykjavík Fringe Festival var með sýningar þar og sem byrjaði ég að performa bara meira og meira þannig að maður er einhvern veginn með þú veist, gig í allavega 1 gig á viku svona eitthvað þannig það bóka fólk reyndar í gig í næstu viku Þarft þú að bóka það? Já, ég er búin að vera að fresta því út því að það er svo margt annað að gera og núna er allt í það eru 3 dagar í sýningu fuck Er það gaukurinn? Já, það Bring the Laughs sem að ég gerir eins og mánuði þar sem að ég fæ bara velja 4 grínsta sem að ég fíla Geðvögt Já, ég með sko við Villi byrjuðum saman í uppistandi en þar naut ég góðs á því að Villi var nú þegar orðin töluvert þekktur þannig að þú veist og hann var að koma heim frá Danmörku eftir 30 ára nám eða eitthvað bókuðum fyrst sko með fyndnustu mínum Hard Rock kjallarann gekk vel og síðan bókuðum við bara stóra sviði Tjarnabíó og af því að hann var þekktur og var að koma heim þá bara mökk fylltum við þann stað
og ég einhvern veginn var svona, já, og svona mun minn uppistandsferill bara vera, ég mun sína fyrir 200 manns og síðan gerum við sýningu líka sem selst ógeðslega vel. Já. Gerum aðra sýningu sem selst ekki mjög vel, ég fyrir sóló og það er bara fucking hellað að selja miða. Jesús. Alveg bara... Það er hræðilegt og því að maður einhvern veginn svona að reyna hellinga mismunandi hlutum og það bara virkar eiginlega ekki. Já. Sumt þeirra. Já. Ég var með sýningu núna 1. febrúar. Já. Og 1. febrúar, við erum að tala fólk er nýkomið í gegnum janúar. Já. Það á engan pening, það á enga orku. Kreditkortareikningurinn byrjar 1. febrúar, ekki? Já, og þannig að það er bara nýkomið með peningin getur keypt með hana og svona. Já. Og ömulegt veður líka. Þannig að það bara, ég kom inn 8 manns. Okay. Það var minnsta sem ég hef verið með en þetta var svo sterkur hópur af 8 fólki þetta er bara mjög gott sjó. Einmitt, geggjað. Býtu, var það þín sýning? Já, það var mín sýning í Tjörnby og það var minnsta sem ég hef fengið en þetta var bara svona einhvern veginn allt saman á sama tíma. Sýningin kom líka svo seint upp þannig að ég hafði svo takmarkaðan tíma sem líka bara svo erfitt að fá umræðu sig. Já. Og náttúrulega ég frumsýni í desember þegar við erum að kjósa þegar það er bókaflóði þegar það eru allir fréttamenn bara á fullu enginn sem að geta tala við mann. Einmitt. Þannig að, já. Og síðan einhvern veginn svona pólitíska landslagi þannig núna heldur bara næstu vikur og mánuði að það verður ekki mikil gúrkutíð í fjölmiðlum til þess að fjalla einhverja sprellingu og svo. Herra, ok, þú fyrir í podcast síðasta sunnudag og Hulli aðeins verið podcast-host en ég. Ég ætla bara að gera hljóð. Hvar tekur hann upp? Í Borgarbókasafninu, Grófinni. Já, bara á stúdíónu þeirra bara. Einmitt, það geggjað. Frábær staður einhvern veginn. Það er bara að leigja þetta. Já. Það getur bara allt í einu fara að láta fólk hlusta á mann. Og hvað tekur svo við? Þú ert eitt heima bara, þú veist, þú átt bara heimilið þitt 10 til 10. Nema kissan. Hvað heitir kissan? Alba. Frábær, við fengum hana á seinast ári. 7 ára kissi sem að einhver gömul kona átti sem að gæti ekki lengur séð hana. Þannig við tökum við henni og hún hefur verið alveg bara yndislegur köttur. Við bæði bara aldrei kennt svona ketti. Er hún úti eða inni köttur? Inni. En hún er nú þegar þjálfuð á ól, þannig að við förum með hana í göngutúr hverfið. Mjög gott. Hún elskar líka að fara í hagkaup. Það? Býtuð þið búið á bakvið flugvöllin, hvert farið í hagkaup? Bara í Skeifunni. Það er bara, ef við erum, þú veist, hann er venilega búinn svo seint, þú veist, ef við okkur langar bara svona eitthvað að gera eitthvað, þá bara fara með hana í hagkaup. Það er svo að fara með krakkana í húsdýragarðinu. Já. Við þurftum við þjálfuðum Lísu okkar á ól og síðan við vildum hafa hana sem einu kött en síðan var hún bara mjög ofbeldisfull því að hún vildi ekki vera einu köttur og við létum undan á endanum og gerðum hana út í ketti svona hálfgerðum en núna í fuglaflinn sem hún er búin að vera með hana alltaf í sóttkví og það er erfitt að hún reyndi að skera mig á púls í gær. Nice. Ok, þannig að þú, búin í podcasti. Já. Hvað gerir þá? Ég held að ég hef bara farið heim og sopnað. Nice. Ég held að ég hef meira þess að bara, ég hef keypt mér svona bara eitthvað sómasamlöku og bara borðað hana. Það sé ekki sóma, Jumbo. Miklu betra. Rétt skal rétt og ódýrara. Já, það er yfirlega svona 100 kalli ódýrara en samt betra hráefni. Ég skil ekki alveg hvernig ég gera þetta. En ég fór ég bara pekkaði það upp og ég nefndi ekki að elda. Það er bara svona það var bara, ég var búinn ég var með sýningu daginn áður þannig að bara ég var ekki með neina orku eftir og ég bara svaf og síðan fór ég að sækja kærastan. Hvort ykkur eldar meira? Hann hefur verið að elda meira aðlút því að hann er bara hann hefur meiri frítíma þegar hann er heima en vinnur síðan úti heilengi en hins vegar þá
þú veist, á svona almennum tímum þá höfum við yfirleitt bara eldað það byrja mikið, ég eldaði í gær einn rétt og hann eldaði einn rétt, þú veist, það er svona já. Mjög gott en þegar þú ert eitt heima eldar almennt fyrir þig, eða skilurðu sko, já nema að það sé, þú veist, ekkert í ískapnum sem að ekki að fara að vera ógeðslega mikið magn já. En ég lærði það eiginlega svolítið, hann fyrirverandi kærastinn minn eldaði aldrei neitt og þannig að ég þurfti að læra að gera svona rétt magn fyrir 2 mannskjur sem að yfirleitt endaði samt á því að vera líka með svona leftovers þannig að þá akkurat, ef ég elda rétt og fæ 2 rétti þá er allavega hádegismatur fyrir morgundag ég nefnilega, ef ég er heima þá ég held að ég eldi aðeins meira en Hófi í okkar sambandi nema fyrir matarbúð af því að hún gerir allt svo fallegt já, það er sama með hann gerir hlutina miklu fallegri en ég bara gerir eitthvað stir fries og eitthvað já, einmitt, sama hér sko en þegar ég er einn heima hins vegar þá bara, mér finnst eitthvað ég er alveg svona serial með nakamistu sko, ég er bara basically búin að vera í sambandi frá því ég var 16 ára 32 ára núna sama hér en ekki má nakamist hins vegar ég er polyamorous en það er bara ég endist ekki í sambandi jafnvel þegar maður ákveður að vera það ekki já, ég tók mjög meðvitað ákvörðun sem sagt fyrir að verða 9 árum eftir að ég og fyrirverandi kærastinn hættum saman eitthvað, já, nú ætla ég ekki að vera í sambandi en síðan er ég bara búin að vera með Hófi síðan og sem er bara ekkert sem ég sé eftir en já, þannig að mér finnst alltaf svo pointless að elda bara fyrir mig ég nenni því ekki, þannig að ég ger í mestalega eitthvað svona einhverju svona kjúklingavengi raspaða það er gott að vera með airfryer núna elska airfryer minn, oh my god það er mjög þægilegt svona upp á okkar þessu svona struggle meals svona, ok, hvað er í ískapnum það eru kjúklinganaggar og ykkur sósur en engar þeirra virka með kjúklinganaggar ég blanda ykkur saman sjók ekki en ég ger þessi struggle meals reglulega líka út af því að náttúrulega hann vinnur út kvöldið og þá hef ég svona afsökun til þess að ég þarf ekki að sjá mig lengur einmitt, já, það er nákvæmlega sko, ég var með gig fyrir norðan þetta er svo akkurat öfugt við þegar Hófi fyrir einhvert þá er ég basically bara með dreif fyrir panta pítsu horfa sjónvarpið og þú veist, það sem ég geri uppbyggilegt er að þvott af því að það er svo, þú veist, það er passíft skilur, ég set og síðan líða 3 tímar á þannig ég þarf að gera eitthvað næst þannig að ég fer bara svolítið í svona sjálfskipað þunglindiskast þegar Hófi er ekki heima en ég var með gig fyrir norðan síðasta föstudag og gisti það náttúrulega fyrir norðan og það sem að Hófi gerir þá er að þú veist, hún fer í líkamsrækt og út að borða með þeim sem hún er í kramhúsinu út að borða með þeim og jammar til 2 fyrir út að dansa með vinkonum sínum, vaknar síðan klukkan 10 til þess að fara aftur í líkamsrækt og síðan í brönns með vinkonu sinni og hún hefur sig til fyrir þetta allt saman bara eitthvað svona við gætum ekki verið og þú veist, ef hún er ekki að gera þetta þá er hún, þú veist, heima bara eitthvað já, ég ætla að smíða bókahillu hér og gerir síðan, sendir mér mynd af matnum sínum sem er eitthvað svona, þú veist, allir fæðuflokkanir og ógeðslega fallega framsett það sem þú ert að læra er you're holding her back 100% 100% ok, þannig að þú fyrir að sofa eftir júnabóðsamlóku og fyrir síðan bara sækja hann klukkan 10 og síðan komum við heim og eigum romantísk kvöld eru þið sjónvarpspar, spilapar, lesapar sko, við höfum alveg hellinga spilum en svona almennt þá bara leggjum við og spjöllum sko Vá, hvað er búin að vera lengi saman? 2,5 ára eftir nokkur daga ok, og þeir eru ennþá bara að liggja og spjalla vel gert það er svo margt til að spjalla já, emmitt ok, þannig að við Hófi tökum svona liggja og spjalla svona 1 sinni 2 í mánuði sko. En það er ekki svona eitthvað djúpt, þú veist, oft á tíðum þá eru við í
síman með að ég í tölvinni, þú veist, ég grafískur hönnuð þannig að ég oft bara, þú veist, að vinna í einhverju bók eða eitthvað þannig en bara svona að vera saman bara hvernig við gerum þetta, það ekkert endilega að gera sama hlutin, bara svona parallel. Við erum nýbrið á því nýbúin átt okkur eða svona, við erum búin að vera saman að vera 9 ár og fyrir svona 2 árum þá föttuðum við að það má að maður þarf ekki að vera saman að klessa sig svona eitthvað sem endar á því að ef maður ætlar að horfa á eitthvað þá verður maður að ákveða að horfa á það saman sem þýðir að maður missir af ágeðslega miklu sem mann langar að horfa á út því að maður veit að hinn mannski mun ekki fíla það og þetta elur á einhverju svona helst getur alveg á einhverju svona óþarfa frústrasjón í sambandi þannig að þið liggið og spjallið hvenær ferðu að sofa? Farið þið að sofa? Ég held að við höfum verið nóg þreyttlega að fara svona miðnætti eða vel fyrir og hvenær vaknar þú síðan á? Sko ég vakna yfirleitt mun fyrir en hann ég vakna yfirleitt svona 8-9 og ég fer yfirleitt þá bara inn á skrifstofu og fer að vinna senda e-maila og eitthvað þannig sem vaknar hann yfirleitt svona 10-11 þá fer ég fram og við morguninn saman með kettnum og kúrum og gerum allt sem við þurfum að gera mjög gott síðan þarf ég yfirleitt að flýta mér út ég vinn í svona lítilli plastlausri búð í Hafnarfirði þannig að ég þarf að segja að ég þarf að flýta mér þangað yfir 1 á mánudögum og þriðjudögum 12 á miðvikudögum og síðan 2 á 50 og föstudögum þannig að það svona Er þetta svona eins og svona sama konsept og vistvera og það allt svona? Ég fór aldrei í vistveru en þetta er við pakkum öllu í plastlausar umbúðir þannig að cellophane og svona gerviplast og fleira og séðan líka mikið að krukkum svo við tökum og við þrýfum og það er alltaf svona það er alltaf eitthvað að gera þú veist, ímdað er bónus nema auka vinna ekki eins og svona bónus þetta er lítil sérvöruverslun þannig að það er mjólk frá erpstöðum og svona hitt og þetta sem að kemur hérna og þaðan af landinu einmitt, er þetta skemmtilega vinna? Já, það er mjög góð matur og mjög næs að ég hlusta mikið á podcastum og reyndar ekki eins mikið á podcastum akkurat núna, ég hef verið meira í hljóðbókum right. las 37 eða 8 bækur á seinsta ári vel gert þetta var eitthvað svona sem ég bara tók eða svona ákvörðun svona, ég hef alltaf elskað þetta af hverju ég ekki að gera þetta meira ég er búin að vera einmitt líka að reyna að lesa meira, ég hef ekki athyglisgáfuna eiginlega fyrir hljóðbækur en ég er búin að vera að reyna að lesa meira og þú veist ég las svona 6 bækur í fyrra eitthvað og þú veist, mér langar helst að lesa allavega einu mánuð. Það er meira en ég var að lesa flest öll ára áður sko. Og í fyrra var það líka með þessari ákvörðun samt svo það sé tekið fram Hófi hins vegar las og hlustaði á yfir 100 bækur wow. Hún er bókmenntafræðingur, ritstjóri og vinnur á bókasafni þannig að þetta er bara hennar ær og kýr ok, þannig að þú ferð upp í Hafnarfjörð klukkan 1 Keiriru, tekur þú strætó? Ég keiri, gæti ekki það er ekki nógu gott aðgengi að strætó þarna Nei, ég meint Og hvað ertu á löngu vakt? Guð ég held að það hafi verið 4 eða 5 tímar Nei, þetta var aðeins styttri vakt út því að á mándagum og þriðjudögum þá kemur Joe í vinnuna til mín og ég skuttla honum í Garðabæ út því að það er ekkert aðgengi í strætó þar þú veist, maður bara þú veist, og strætóin bara kom ekki í þetta skipti og hann kom heldur ekki í næsta skipti ég verð bara seinn Hvað er Joe að gera í Garðabæ? NPA, já, hún er þar þannig að það er bara hellingur að hringtorkum alltaf hvað, það er klokkan 3-4? Nei, það var 5 held ég og síðan þarf ég að sækja hann aftur klukkan 11 í millibilnu þar held ég að ég hef bara verið að vinna plaggati bara eitthvað commission það er sýning sem heitir Belonging sem var í salnum ég gerði plaggati fyrir hana þegar hún var í september og núna er að fara að vera önnur í apríl frábært og ég er í henni heyrðu hún seldist algjörlega upp seinast þannig að það er svona, ég er að vonstlis að þetta veri gott aftur frábært laði mikið í þetta plaggat og ég er svona,
hef gaman að þessari sýningu. Þetta hann að Dan Nava Já, og Dan Rowe, Dan Nava Joy ég held, hver aftur Andrew Sim já, Frenchmaður eða ekki akkurat og sem var líka guð, ég að gleyma ykkur Glow er frábær hún er nýkomin til landsins hún er búin að vera í ykkur ár en í uppistannu þá er þetta svona eina mannskjan sem ég veit aldrei hvað hún er að fara að gera hún lætur mig hlæja eins og engin annar það er ótrúlegt að hún sé ekki með meira athygli á sér Glow já, G-L-O bandarísk og það er náttúrulega ástæðan er náttúrulega uppstandsennan er svolítið stéttaskipt svona, þú veist, ef þú talar ekki enga íslensku þá er mjög erfitt að bóka þig inn í hlut já, absolutt sko já, ég þarf að tjekka henni það er sko mitt svona helsta kritería fyrir að finnast einhver fyndin er að vita ekki hvað er að fara að koma þú veist, ég hef alveg gaman að vel strúkturuðum brandara sem er eitthvað, já, og síðan gerist þetta vel útfært, en ég fór að sjá 2 grínista í London í laga Sam Campbell, ástralskur og ég þekki nafnin í manki hver það er hann var í Taskmaster ok og frábær grínisti er með special á YouTube sem heitir eitthvað og síðan er hann með geðvikan sketsa þátt sem ég mæli með og heitir Get Real Dude bara 15 mínúna þáttur bara eitt að finnast sem ég séð sko og síðan sá ég annan sem heitir Demi Adjubaguye já, byrnu í hann er á Dropout akkurat hann á með sýningu sem heitir Demi Adjubaguye does one backflip og ég var satt fremst að því ég keypti með það seint en það var bara mjög skemmtilegt, hann var ekki ómikið að fá ekki manni og ég var öskrandi úr hlátri allan tíman, ég er að vonast að flytja hann inn þegar hann kemur frá London og akkurat fyrir Fringe til dæmis, þá væri þetta eitthvað sem að Andrew er búin að vera að gera þannig að ég ætti að tala við Andrew hann flyttur náttúrulega inn fyrir Brady sástu hana? Já best ok, þannig ég þarf að tjekka Glow já, þú fórst að hanna plakat klukkan 5 síðasta mánudag já, og hannaði það bara þanglað ég þurfti að fara að sækja kærastan í vinnuna aftur ég er að vinna svo mikið akkurat núna að þetta er bara svolítið svona struktúraði dagar en alltaf eitthvað svona bara nýtt verkefni inn í þeim ok, nice þarna ég held líka að við örugglega editera myndband til að setja upp á Instagram og því náttúrulega þarf að auglýsa þetta einhvern veginn að ég sé með sýningu og Instagram dreifir þessu ágætlega til Íslendinga nema hvað að síðan náttúrulega Instagram er byggt á engagement þannig að þetta sendur alveg til svona, þú veist, hinsegin fólk svo kvenna sem að fíla efni mitt og síðan kalla sem er ógeðslega leiðilegir sem að kommenta á efni mitt ertu að fá einhvern skýt? Alveg helling ekki helling, það kemur alveg inn slatti sko það er sökkar já, þú veist, þegar maður er trans á netinu þá lendir maður í þessu já. Það er umulagt mér finnst örplastbitið þetta svo fucking fyndið sko, ég er búin að tala um það við já, þetta er svona bit sem að þetta gerðist í alvöru ég líka ekki í uppstandinu nei, ég ger það heldur ekki en ég svona skreiti skiluru þetta er ógeðslega gott sem sá ég síðast sem að postar, ég manni ekki hvað var það eru bara 2 kyn já, 26.000 sveppir eru með 26.000 kyn 36.000 já mjög gott sko það er follow-up bit af þessu sem að ég editera ekki inn en það bara svona þegar ég editera myndböndin þá reynir ég að hafa bara þú veist, stóru hlátranum svo að maður geti þetta er svo ógeðslega fyndið hvað fólk verður reitt út í mann bara fyrir að vera til og þú veist, það er áreitt með allavega svona það bil mánaðarlega ef að ég er mikið niður í bæ og mikið, þú veist, í kringum fólk og bara svona þetta er ein helsta leiðin sem ég fæ efni í uppistand er bara hversu leiðilegt fólk getur verið en hversu hallarislegt það er út af því að það sér sig ekki það sér ekki hvernig það hljómar emitt já, ég er náttúrulega svo mikill fornendapjössi sko að þú veist, auðvitað er ég
partur af þessu vókeski þannig að ég er meðvitaður að það kemur mér samt alltaf á óvart þegar maður heyrir hvað þetta er mikið. Já, fólk áttar sig ekkert á því að þú veist, maður þarf að hafa ógeðslega þykka húð svona til þess að bara lifa af í rauninni. En á saman tíma þá líka maður þarf að læra að hlæja af þessu, sem að er ástæðan af hverju uppistand hjálpaði mér ógeðslega mikið, út í að geta mótað mína eigin sögu að í staðin fyrir að það sé hlegið að mér, að ég geti hlegið af þeim, þú veist ég er búin að vera að fá þessi komment og manni langar svo ofta komment tilbaka, en ég gaf mér svona 1 dag í það og síðan kattaði ég bara á það og ég bara vissi að þetta myndi bara fara illa ef ég myndi gera það endlaust, en þetta er svo sorglegt fólk. Og því að mikið af þessu fólki veit maður bara svona, þú hatar ekki bara mig, það er eitthvað inn í þér sem þú hatar. Og ég er bara svona, maður finnur fyrir því þegar það er þannig. Og því að það er svona önnur orka í því eitthvað neginn. Og þannig að þetta er ógeðslega sárt að horfa á þetta, og því að það er fólk sem það er svona alls konar mismundi típur af hatri, og margar þeirra koma frá bara ógeðslega sorglegum stað. Einmitt. Og síðan aðra sem bara koma frá ógeðslega boring stað. Einhver bara svona sem fór í einhvern ákveðin menntaskóla, hékk með ákveðnu fólki og lærði ákveðna hluti. Einmitt. Sko ég get alveg út frá mér sem að þetta snýst nú svolítið allt saman þegar öll er á botninn hvort, þar með talið barátta hinsegin fólks og kynsegin fólks. Þetta er svolítið, þetta er minn heimur. Nei, þannig að fyrir nokkrum árum þegar ég var svona kannski hvað mest í opinberri umræðu og var að ég hef aldrei sagt neitt opinbera manneskju á fullorðinsárum sem ég sé eftir. En ég hef eins og eitt mikilvæg orku í það að vera reiður og vera hatast út í fólk sem að eru mest megnis kannski, þú veist, fólk sem að ég er mjög ósamála, fólk sem ég tel vera skaðilegt. Það er alveg hellingur af því í fjölmiðlum. Einmitt. En sko reiðin mín og hatri mitt hefur mildast mjög mikið líka bara eftir því sem að þú veist, ég hef einhvern veginn komist í betra samband við sjálfan mig, skilur, og þú veist, og eins og þú veist bara að segja, skilur, ég held að það sé það sama hvort það er einhverjir aðstoðamenn dómsmálaráðherra sem að ég fæ einhverja þráhyggju fyrir út af þeir eru skaðlegir, eða þú veist, ég held að hatrið komi frá sama stað í grunninn, skilur, og það er miklu betra að hatast út í skaðlegt fólk held sig fyrir samfélagið heldur en fyrir fólk bara fyrir að vera fólk. En síðan er líka, ef maður er að hatast þá er eitthvað brotið. En það er líka ákveðið fólk sem að er að hatast, sem að ég held að sé nokkuð sama. Ég held að Sigmundi Davíð, honum er eiginlega bara svolítið drull. Hann vil bara vald og hann notar bara hvað sem hann er með. Ég held að það sé alveg rétt sjáður, sko. Og ég held að Trump sé líka þannig. Ég held að hann hafi engar skoðanir í alvörunni. Bara einhvers konar megalómanía sem að En máliðið samt að núna er hann nefnilega með fólk í kringum sig sem að hefur þessa skoðan, sem að er að leiðan áfram í hvernig hann getur komið þeirra skoðunum í gegn. Og því að þau hafa lofað honum að þetta sé leiðin sem hann getur haldið í valdi. Allt sem ég hef heyrt til dæmis Stephen Miller sem eitthvað ráðgefur bara hljómar eins og illasta manneskja á jörðinu mitt núna, eða allavega það er uppi, sko. Það er alveg fólk sem maður veit ekki af, sem er örugglega verra en það. Og maður verður alltaf að passa þegar maður talar fólki sem maður veit ekki af, og því að þetta hljómar alltaf eins og maður sé svona, það er fólk sem er að stjórna ykkur. En ég er að tala svona, þú veist, oil executive, ég er ekki eitthvað Illuminati shit. Nei. Og því að, hvað, nánast alltaf þegar maður heyrir fólk tala þetta og maður er svona, og hvenær koma gyðingarnir inn í þetta? maður heyrir það undir þessu, og maður er svona, þú veist, það er fólkana sem að er í skjóli sem að er að stjórna ykkur.
En það ekki það fólk. Ógeðslega gott að vera. Sko, það er alþjóðleg viðskiptaklíka sem stjórnar öllu. Ég er ekki að tala um gyðing, bara svo að það sé alveg á hreinu. Þetta er ekki dulnefni fyrir gyðinga, engan veginn. Það hefur verið illa fram í gyðing gegnum tíðina. Þetta er jaðarsettur hópur. Það sem ég er að segja er að kapitalið þetta er ekki dulnefni. Þetta er svo fyndið út því að þú veist það er ógeðslega athyglisverð saga bakvið þetta náttúrulega. Og því að þetta hefur svo langa sögu bara svona, þú veist, fólk að hata þennan litla hóp þarna. Já. En síðan eru þau með svona, þú veist, þau eru með loophole að þau geta actually bankað. Já, einmitt, bara hvað 15. öldina eitthvað þegar það var ólöglegt að rukka veski. Og út frá því eru bara búin að vera sömu samsæriskenningar alltaf aftur. Já, einmitt. Og þótt að þetta sé bara svona, þú veist, þetta er hópur af fólki það sem að trúin þeirra segir haldið ykkur saman, sjáum hvort annað. Já. Og fólk bara, þetta er samsæri. Nei, þau eru bara að sjáum hvort annað. Já. Eigum við að sjáum hvort annað? Já. Við getum alveg gert það, sko. Og þeir eru að sjáum hvort annað þegar við rekjum úr hverju einasta landi og fjöldamirt bara á 100 ára fresti. Og sko, já, ég ætla nú ekki að... Og þú veist, nei, ég ætla ekki að fara út í eitthvað. Nei, skulum ekki. Ég held að það sé sniður að fara bara frekar í þriðjudaginn. Já, allavega ekki hata fólk og frjáls Palestína. Og... Akkurat. Þriðjudagur. Sko, ég man aldrei svona hluti. Ég þarf eiginlega að tekka hvað ég var að gera. Ég kláraði bók. Lesa, skrifa? Lesa. Hvaða bók? Tom Lake. Sem að ég hafði eiginlega engar... eitthvað mikla vonir af, ég sá bara að hún var ótrúlega mikið auglýst á Audible og hún var talsett af Meryl Streep. Já, og þetta er bara ógeðslega flott bók fjölskyldu sem er í miðju COVID. Þannig að þau svona öll þurfa að koma saman út í sveit þar sem að þau hafa verið með svona cherry orchard í mörg ár. Og mamman að segja sögur af ævi hennar sem þegar hún var ung og var leikona. Og þetta er bara ótrúlega flott skáldsaga, ótrúlega fallega sögð og Meryl Streep alveg geggjuð í því líka. Ég er orðin svo skotin í Meryl Streep eftir því sem ég eldist. Já. Og hún líka. Já, akkurat. Stórkostleg kona og var hún ekki aðal í Dálvers Prata? Jú, já. Ekki aðal, hún var sá myndin í fyrsta skiptum daginn, hefur þú séð hana? Ég hef séð hana en það þegar ég var alltof ungleis að átta mig á henni. Ég nefnilega sá hana ekki þegar ég var krakki af því að Prata þannig að hún virkaði eins og væri fyrir stelpur og homma og ég var 12 ára þannig að gleymdu því. Við fórum á söngleikinu til London sem er geggjaður núna síðast daginn. Ég veist ekki að vera söngleik. Það var að koma söngleikur, Vanessa Williams sem leikur í Ugly Betty. Leikur Meryl Streep hlutverkið og ég horfði á myndinu og bara þetta er stórkostleg mynd, vá hvað hún er góð. Það sem ég heyri frá öllum, ég er bara á eftir að sjá hana. Og bara ekki bara fyrir stelpur og homma, ég komst að því Það sem sagt, ég man alveg eftir í þetta hefði átt að vera fyrsta vísbendingi mín með transleikan. Ég var ógeðslega mikið fyrir chick flicks. Elskaði þær út því að það bara svona, það voru skemmtilegar og ekki svona eitthvað holding back eitthvað. Ég var aðalega í gríni. Ég er með bit þetta í syngunum minni að ég einu skiptin sem ég sá kynið mitt var í gríni. Og þá var það þegar feiti kallinn klæddi sig í kjól. Ef ég sá Örn Arnarsson í kjól þá var það bara þannig ég. Þetta var ándjóks svona fyrstu svona mean awakening voru Örn Arnarsson. Vá, hvað það fyndið og því ég vildi bara láta fólk klæja og klæða mig eins og ég vildi klæða mig. Þannig að þetta var svona og akkurat þessi chick flick svona, ég horfði á alveg helling af þeim. Sér hellingur af þeim líka sem eru með undarlega miklu svona trans undertones og eitthvað. En það bara svona ég horfði á þau og áttaði mig ekki á því en svona ég ætti ekki að horfa á þau. Einmitt. Sko ég var af því að sko ég myndi segja að ég sé, þú veist, ég er ekki með mjög masculine
orku endilega og þú veist Ég veit Sorry Ég kann ekki vera mín og þeir Sorry þegar ég var lítill þá mátti ég aldrei æfa fótbolta svona strákaíþróttir þannig að ég var alltaf ég var alltaf þú veist, ég var mjög upptekinn af þessu sem barn Já. og ekkert eitthvað svona held ég homofóbiskar en hvert annað barn upp úr 2000 á Íslandi ég man alveg eftir þessu en þetta var bara eitthvað sem ég var svona þú veist, að því ég presenta ekki mér maski átti mjög fá að kallkins vini þá var ég bara svona, þetta var þú veist, og bara fyrir sjálfan mig þú veist, ég átti bara mjög fá að vinni í grunnskóla, þannig að það var ekki eins og neins sem hefði getað endilega dæmt mig fyrir að vera að horfa á eitthvað sem ég átti ekki að vera að horfa á en þetta var bara svona, nei, þetta er ekki fyrir mig ég ætla að horfa á Family Guy eða eitthvað Ég meina ég horfði á hellinga Family Guy líka Já Það er svona ímislegt sem maður sér eftir þar en síðan eru ákveðni bit sem maður alveg frábærir Já, þetta hefur verið mjög fyndið í gegnum tíðina Já, en síðan er svona það er svona ákveðni þættir eins og Quagmire's Dad sem maður horfir á Já, einmitt nei Já, hann var, og Quagmire sem karakter er bara maður mætti missa sín Herbert the Pervert svona, þú veist, brandarinn er að hann ætlar að misnota barn og gerir það nokkur sem líka svona, og það er eini brandarinn það og hann svona tala með smá blístri sem að er stærri glæpurinn við verðum að hafa hann þarf talþjálfara og bara við getum fyrirgefið hitt nei guð okkar maður ok, þannig að þriðjudagurinn skutlaði kláraði bók ég kláraði bók þegar ég var í vinninni því að þegar maður er að pakka svona mikið þá er náttúrulega mjög þægilegt að vera með eitthvað að hlusta á þannig að hljóðbækur ég kláraði 2 bækur í þessari viku okay. En ég sem sagt ég gerði þetta, síðan fór ég síðan skutlaði ég honum í vinnuna aftur og ég held að ég hef bara verið að hanna belonging plakati aftur ég held að það var svona nánast allt saman komið og síðan var bara og þegar ég illustrataði alla svona sitt hvora cool. sem að var alveg hellingur að vinna en þú veist, það tekur svona það bil 45 klukktíma hver manneskja þetta voru 6 manneskjur ég var reynda búin að gera 3 af þeirra en en það er síðan fyrir utan restina af hönnunar typografíunni og akkurat allt það þannig að varstu bara að því síðan aftur til 11 þegar þú ferð og sækir og ég náttúrulega þarna er ég að virkilega reyna að auglýsa og senda á mismunandi hópa sýninguna út því að það átti að vera sýning á laugardaginn en það einhvern veginn færðist og það var óvart á föstudaginn og út því þetta eru svona snemma sýningar þá er það náttúrulega vesen fyrir mjög marga en ég náði samt fleirum inn í þá sýningu nice. Þannig að það gekk ágætlega bara að auglýsa með því bara að láta fólk vita og setja upp Facebook auglýsingu líka Gekkið. Hvað náður í mörgum inn á hana? Guð held að það hafi verið 18 eða 19 eitthvað þannig nice. sem að þú veist ekkert eitthvað brjálæðislega mikið en það betra en 8 bara drullu gott þannig ég tók fyrir 8 manns þannig sem var 1 starfsmannahópur akkurat og það var bara þau og þeim langar að spjalla og enginn þeirra þetta var eitthvað svona ég var ekki búin að vera í beinni sölu við þau þetta var bara eitthvað svona þau sáu uppistand á happy hour og ákvaða að skella sér ég var með politist grín og ég var að gera mikið þetta var í forsetakosningunum var að gera mikið grín af höllurhund og þau bara fíluðu höllurhund mjög mikið ég var eitthvað með einhvern bara svona mjög almennan inngang og náðu þeim og síðan eitt svona kortir byrja að gera grín af höllurhund og þá bara sá ég það bara þau gerðu allir þetta á sömu sekundu það finna við höllurhundur ég held að fólk hafi fílað hana þanglega hún byrjaði að segja skoðanir sínar og sem að
segir mann allan að það sé eitthvað gott í þjóðfélaginu að fólk heyrir þetta og sér í gegnum svona, já, ok, kannski vil ég ekki fá kirkjuna í stjórn aftur. Já, einmitt. Þetta oh my god, sko, þessi kristna sveifla. Já, þetta var á RÚV dag. Já, mjög góð þáttur á lestinu þetta. Já, nei, ég meina ungu strákarnir. Já, lestin, það var lestin, það var svona lestin, það var svona special frá lestinu. Já. Og, já, mjög góð þáttur. Ég skil þetta ekki. Hvaða árgerð ert þú aftur? 97. 97, já, ég 93, þannig að þú ert á mörkum Gen X og... Nei, Gen Z og... Ég árið sem fólk grífst Ok. Enginn vil hafa okkur, það meira svona, nei, þau að hluta við ykkur. Já. Bara velkomin til okkar millennials, ef þú vilt. Sko, millennial kynslóðin finnst mér bara, það var engin kristinn, eða skilur, það var bara... Ég hef akkurat brandar það, þegar maður að tala við túristuna og segja, þú veist, við erum þjóð þar sem að eini munurinn á því að vera kristinn og að vera ekki kristinn er hvort þú segir. Já. Það fer enginn í kirkju. Einmitt. Þetta er bara, það er enginn eitthvað, þú veist, preaching eitthvað. Þetta er bara, við erum bara, við erum Protestant, en við höfum aldrei heyrt hugtaki Protestant work ethic. Þú veist, það hugtak er bara ekki til á íslensku. Já. Það segir alveg eitthvað það að við einhvern veginn þótt að við vorum náttúrulega trúið, þá vorum við aldrei trúið Nei, einmitt Já, ég fatta ekki að verða 15-16 ára og allt í einu bara eitthvað Guð. Frændi minn fór í gegn með þetta. Okay. Litli frændi minn sem að hann er yndislegur, hann er tvíkynniður en bara áttaði sig nokkuð nýlega á því. Okay. Og skrefið áður var að hann fór svolítið datt inn í hann kemur úr skápnum sem kaþólikki fyrst. Kaþólskur af öllum hlutum en þá var hann ógeðslega inn í svona centrist pólitík og þegar ég segi centrist þá meina ég hægri sinna fólk sem að kalla sig centrist miðflokkurinn til dæmis dæmi af því náttúrulega og þannig að hann dettur inn það ég ætla ekki að fara út í en ég þoli ekki líka faður hans hann treytar krypto allavega hann fer inn í þetta og síðan svona hægt og rólega þarf maður svona að tala við hann í gegnum þetta og síðan áttar hann sig á kynhneigðinu og þetta er svona, ég man eftir því þegar ég var á þessum aldri og ég var á svona meme-síðum og það er ógeðslega mikið af efni sem er propaganda sem maður áttar sig ekki á því á þessum aldri og bara hægri sinna fólki, þú veist, á 4chan, ég var á síðu sem hétt Funny Junk sem ég sé mjög mikið eftir úr því að hún er bókstaflega uppfull af nasistum 9gag líka, þú veist, þetta er allt saman maður sér svona af og til koma einhverja brandara sem maður svona, þegar maður les myndmálu og hvað er verið að segja þá er þetta ekki brandara heldur er þetta verið að kvarta undan þú veist, þessi típa fólki er svona og það er búið til einhverja myndir af the other og það er ógeðslega skrítið ég man alveg eftir því að þetta inn í þetta veist þú hvað Gamergate var? Já ég var inn í því út því að það var stór hluta því byrjaði út frá þessari síðu líka Býtu, varst þú gerandi í Gamergate? Ég var ekki, þú veist, hlutað því en út af því að það var svo mikið að postum þá var ég bara svona, já, ok, make a sense Já, konur eru að skemma tölvuleiki Já, akkurat en ég, þú veist, ég var ekki endilega sammálað því eitthvað en þetta var samt svona, þú veist já, ok, það er satt verið eitthvað að gera hérna og síðan svona hægt og rólega sér maður svona eftir á bara, wow, þetta var bara áreitis herferð sem að maður átti þess ekki á þessu þannig að ég held að mikið af þessum unglingum akkurat núna þá er þetta bara eldra fólk að koma þeim inn í eitthvað og þau skil ekki almennilega hvað er verið að gera og þú veist, það er ekkert að vera kristinn það er ekki hellingi flottu kristna fólki en það er eitthvað við þetta að það sé vera finna þér þau segja að transfólk sé indoctrinating og síðan sér maður þetta á internetum maður bara þetta
ég held að þið séu projecting hérna. Það er svona einmitt, og þú veist, þetta er líka bara massa grooming að ráða fullt af einhverjum áhrifavöldum eða þú veist það er eitthvað samsærið hana, sorry. En talandi hvernig gengur það gay agenda? Bara mjög vel, við vorum nýlega nei, ég átti ekki Gotcha! Nei, ég sé að the gay agenda er mjög óskipulagt, það er flest allir með ADHD og það bara gengur ekkert þetta er náttúrulega þetta hefur náttúrulega verið og þú veist, ég ætla ekki út í pólitík með þetta náttúrulega en bara að vera til er pólitíks þegar maður er eitthvað eins og ég og þannig að það verður ógeðslega erfitt að maður bara svona verður að vita helling. Ég er með fréttaþátt sem ég gerir mánaðarlega á dragsýningum og þannig að ég fæ svona afsökun til þess að lesa fréttinur og allt þetta. Hvað heitir hann? Newsflash. Menn að senda mér link ég tek hann ekki upp nema ég tók upp ég meina bara á live show skilur mér langar geta að koma að sjá en þetta er venna bara svona inn í miðju dragshowi sem að ég gerir þetta okay. Þannig að við verðum með drag stand-up núna 21. februar og ég verð með það að eftir pásu þá verðum með fréttaþátt sem verður ógeðslega erfitt út í að janúar og februar hafa verið hella en það er náttúrulega líka viljandi gert að reyna að rugla mann og reyna að sannfæra mann þessi maður er með stjórn yfir öllu og hann ræður öllu og það er enginn sem getur stoppað hann sem er náttúrulega ekki satt það er ekki satt sko Trump hefur enginn völd í rauninni yfir flest öllu sem hann er að segja að hann hefur völd yfir þannig að það er svona er þetta á Kiki? Þetta dragstandabið verður á gauknum í þetta skipti en ég hef gert það í Kiki ég hef gert það á svona hinn með þessum það sem voru með fréttaanal hvað, bara ég þetta vitlaust fram með það ég satt í desember satt á held í 30. desember þá vorum við með það er 1. janúar allan og við vorum með fréttasýningu á sem var bara fréttir ársins geðvegt og það var mjög gaman. Ég hef búin að vera sko ég er svolítið lítið á samfélagsmiðlum hef verið að vanda mig við það af því að það dregur fram það verst í mér ég sko fer betur út úr því ég er obsess, ég er forfallin fréttafíkil, ég fer betur út úr því að fylgjast stöðut með heimsmálum heldur en bara að sjá skoðun frænda míns á hverju sem er þannig að þetta hefur fram hjá mér, ég er búin að vera að tuða svo mikið yfir því svo lengi að það vantar eitthvað íslenskt fréttagrín, þannig að gaman að vita að það sé til ég vil nefnilega helst gera það, mér langar að fá sýningu sem að væri bara hægt að hafa mánaðarlega en síðan líka það að þegar þetta er á ensku þá ná allir út því að síðan líka einn hluti ef maður talar ekki íslensku á þessu landi þá fær maður engar fréttir út því að það er bara ekki nógu mikið þýtt þannig að maður þarf alltaf að frétta því gegnum vini sína þegar kosningarna voru þá þurfti ég að bara svona infodampa vini mína bara, niðurstöðunar það þýða sér þetta og því að þau hafa enga leið til þess að lesa úr þessu vitan eitthvað er að gera þannig að ég vil helst hafa þetta á ensku en síðan líka fær maður ekki ég get ekki til þess að verið á RÚV eða með eitthvað svona ég get ekki verið með eitthvað stóran þátt á ensku út því að þau bara þau vilja bara ekki bóði sko mér finnst líka það sem að mér finnst vera svona það sem ég finnst ég ólst upp á Daily Show og Jon Stewart svona greenheadja hjá mér sko þannig fekk ég bæði það svona styrti áhuga minn á gríni mjög mikið og ég fekk mjög mikið áhuga á fréttum og pólitíki gegnum það líka það var John Oliver hjá mér hjá þér, nokkur ár yngri ég sá í Jon Stewart það til en síðan hef ég ekki dottið inn í hann fyrir bara mjög nýla mér finnst hann alveg bara að vera sérklassi og ég hef sko, það sem ég ger ég bingea John Oliver og síðan er ég bara eitthvað tjöfull ertu preachy maður og hætti að hlusta og síðan bingea hann aftur þú veist, ég horfi ekki vikulega, ég horfi þangað til ég fæ nóg á honum og síðan líður halvt ári ég bara eitthvað, vá hann er mistari síðan aftur eitthvað, tjöfull ertu eitthvað þau eru ógeðslega góð í running gags líka, og bara svona sem bara í gríni þá eru þau
ég held að það sé enginn sem að gera þetta eins dens og þau. Já, sammála. En það sem mér hefur þótt vanta líka sko bara í íslenska menningu til þess að það sé hægt að vera með fréttagrín, en mér finnst fólk vera allt og viðkvæmt, og þá ég bara að segja þessi snowflakes fólk í opinberri umræðu, til dæmis bara eins og ég var að tala áðan þegar ég var í mest í opinberri umræðu og ég var að fljúast á við einhverja fjölmiðlamenn og einhverja stjórnmálamenn. Sjaldan fór ég í æru viðkomandi, en ég tók oft djúpt í árinni þegar ég var að gera grín að eða gaggrín eitthvað sem þau sögðu og gerðu í sínu hlutverki sem fjölmiðlamenn eða sem stjórnmálamenn, og viðbröðin voru átt eitthvað svona, já þú bara drullar yfir fólk og þú ert svo orðljótur og eitthvað svona, þú veist, ég hef ekki tekið því persónulega þegar að mér hefur verið vegið í fjölmiðlum, og það er langt síðan að það hefur verið gert af því að ég bara er minna ábyrgandinn í varinu svona. Og af því að ef þú setur þig, ef þú ferð út í opinbera umræðu og þú ert að taka pláss og þú ert að hafa áhrif, þá bara sem uppistandari og sem pislahöfundur þá er það mitt starf bókstaflega að gagnrýna þig. Akkurat, en ég held að þetta kemur frá því að við höfum verið svo lítið land. Ég held það líka, ég held að það sé alveg rétt sér. Ég held að þetta sé ekki endilega viðkvæmi, ég held að þetta sé meðvirkni. Já. Að við viljum ekki, þú veist, þetta er nágranni okkar, þú veist, við viljum ekki vera eitthvað að ruffle any feathers, hérna, við þurfum að hafa þetta skynsamt og allt þannig, en málið er náttúrulega, það er hvernig pólitíkin hefur orðið svona slæm, er að það er ógeðslega auðvelt að segja hluti sem eru coded með svona, sem eru uppfullir af, þú veist, transfólk er að reyna að rekrúta og eitthvað þannig, sem að, þú veist, það meikar alveg sens að ykkur, nei, það meikar ekkert sens, það bara, fólk er bara eins og það er, en út af því að þetta er ekki séð sem ærumeiðing, en að segja Sigmund Davíð má fara til helvítis, er það þú veist, það endra á því að þetta, ef þú getur sagt ópersónulega hluti hópa fólki, en þú getur ekki sagt fólkinu sem er að segja þessa hluti að þau hafi rangt fyrir sér, það er ekki hægt. Það náttúrulega gleymist að það er manneskjur á bakvið alla hópa, og þegar það er talað þú veist, að séu afsækið ef að þetta er tryggrandi að það séu barnanýðingar að fara með áróðurinn í skóla og eitthvað, skilurðu, allt skynsamt fólk veit að það kjaftaði, og þau sem að eru að sinna þessu góða starfi fyrir samtökin 78 eða hvað nú er sem að agitera fyrir minni fordómum, þú veist, bæði þau sem að að sinna þessari vinnu, en líka bara þetta er eins og, þú veist, það sem að verið að gerast í Bandaríkjunum með þetta DEI, þú veist, að kenna flugslýsunum DEI, það heyr allir, af því að það var svört kona að fljúga þessari þyrlu, og það var ekki svört kona að fljúga þessari þyrlu. Það var nákvæmlega, það hafði ekkert að gera með það, þetta var bara truflun, og það að kóðin er að geta tala við fólk það. Og kóðin er, þú veist, annars vegar með þetta hyski á Íslandi sem að tala þú veist, að það sé barnanýðingar að fara inn í skóla, kóðin er hinsvegin fólk eru barnanýðingar, og í Bandaríkjunum þá er það, þú veist, svartar konur eru verri en hvítir, þú veist, allir sem eru sæmilega læsir á fjölmiðla lesa þetta. En síðan er líka bara, maður getur ekki búist við því allir lesi fjölmiðluna, sérstaklega ekki þegar það er svona mikið að lesa. Þú veist, ég hef talað við fólk þessa vikuna sem að veit ekkert hvað svo mikið er búið að vera hjá transfólki þetta bara sensta mánuðin. Þú veist, ég þekki fólk núna sem að þorir ekki að fljúga út því að það er búið að setja ákveðin hluti í gang sem bara leyfa þeir ekki lengur að vera með vegabréfið. Fólk er að endurnýja vegabréfið sitt og fær bara tilbaka, nei, þú mátt það eiginlega ekki. Það er bara fólk, og þetta er náttúrulega, síðan lítur maður á söguna, og þú veist, þetta er fyrsta skrefið í nasisma var að taka í burtu vegabréfin hjá gyðingunum. Ég er obsessed á fréttum, ég vissi þetta ekki.
þetta eru svona, það svo mikið af fréttum Já. og við erum transfólk svo lítið hluti af samfélaginu. Já, þetta innan við 1% eða ekki? Ég ætla alltaf fram að það séu líklega fleiri, það bara fólk ég held að kynjatvíhyggjan sé ekki eins sterk og fólk átti sig á. en þetta samt, þú veist, fólk sem sem lifandi sem trans núna, þetta svo pingulítið hluti, þetta innan við prósent held ég, en ég held reyndar að en við erum að tala um það að, þú veist, banna í íþróttum sem ógeðslega fyndið út því að transfólk ég hef engan áhuga á íþróttum, ég þol ekki fótbolta, ég get ekki, þú veist, ég spilaði, ég kann að synda, ég hef gaman að því, ég ekkert að keppast við það. Við erum að tala um það að það var bannað bókstaflega 10 manneskjum að fara í íþróttir og forsetinn skrifaði undir skjal að segja að þessar 10 manneskjur máttu ekki fara í íþróttir. Þetta nuts. Þetta hefur ekkert að gera með neitt. Nei, einmitt. En líka það að við fókusum á þetta út af því að þetta ógeðslega fyndið. Já. En þetta ekki megin málið. Einmitt. Þetta ekki hvað maður á að vera að tala um. En þetta svo auðvelt. Þetta lætur fólk hlæja og það er fyrir okkur. Já. Við okkur liður vel þegar þau hlæja, en það ekki hvað við erum að gera. Einmitt. Sam Morrill grínistir sem að hann með gott bit í sem eitthvað, I was talking to my friend and he was like so there's men gonna be competing in swimming now against women og eitthvað svona, sagði eitthvað, I call bullshit. Right, exactly, it's bullshit. No, I call bullshit on that you're interested in women swimming. All of a sudden. Það hefur enginn á það svo mörg levels af hlutum til þess að gera grín þarna. Já. En þetta samt líka svona augljóslega hlutur sem að fer bara, þú veist, út því að það er alveg argument fyrir, sko, eftir nokkur ár þá estrogen tekur vöðvamassan manns niður. Ég var að byrja á estrogeni fyrir 12 dögum. Þetta laði mikið með það. Takk fyrir. Og vöðvamassan sem að svona, ó nei, eftir að vera með erfitt með að opna krukku, hlutir eins og það. En það líka, sko, það þróunarfræðilega ástæða fyrir því og það til að mér getur liðið betur heima hjá mér þegar að Hófí þarf að opna krukku. Já. Þess vegna gerði Guð okkur svona. Nei, en þegar maður lítur á vísindin þá afskaplega lítill munur í nánast öllum íþróttum, en það alveg argumentan til þess að taka nokkrar íþróttir til þess að ræða þær. Já. En það ekki hægt að ræða þær. Já. Það ekki hægt vegna þess að fólk tekur svo allt aðra átt þegar það talar um þetta. Ég finnast það þegar að skákfélagið bannaði transkonum að keppa í kvennaskáki. Fyrst og öllu vissi ég ekki að það væri til kvennaskáki. Ég hefði ekki haldið að þetta væri kynjaskipt í íþrótt, ég ætla að setja það innan gæsalappa. En ef maður hugsa um það, eina túlkunin sem hægt að gera þarna að þau halda að kalla sig klárar en konur. Já. Það eina leiðin til að tólka þetta. Ekkert annað. Ekki nema þau séu bara restina af þeim, þau sjá okkur ekki sem íþrótt. Já. Hvað eru hinar íþróttir að gera? Hvernig geta það engin önnur túlkun á þessu nema bara að annarkvort eru þetta einhverjir aumingjar eða einhverjir sexistar. Já, ég heyri náttúrulega þú ert með eitthvað, þú ert heila þauðið á Vogue vírusnum, en málið að þegar við kallmenninir erum að keppa í skák, hvert einasta peð er 18 kíló og það gert úr heitu stáli. Okay. Það nefnilega málið, sko. Okay. Það væri reynda geggjuð útgáfa af skák. Það væri mjög skemmtilegt. Boxskák? Nei, tökum það lengra. We must go down to the mines. Ok, þannig að hvað, eru komin á miðvikudag? Ég held það. Miðvikudagur þegar stormurinn var og það var ég eiginlega bara að vinna heima og það átti að vera queer open mic en það gerist ekki út af veðrunu. Já.
það var í rauninni ekkert nefnum bara það að ég var heima og var að knúsa Joe. Já, hvernig leið Ölbu í storminum? Hún horfði bara á þetta, hún hafði ekkert á móti þessu. Okay. Það eina var að henni langaði smá að fara út á svalir. Já. Bara til þess að tekka. Okay. En strax svo var opnað þá svona Já. Þegar maður opnar hurðinu og kettir svona finna fyrir veðrinu aðeins svona í andlitinu. Elska það svo mikið. Það svo sætt sko. Þannig að ég var að fara bara í 5. dag. 5. dag. Það var eftir vinna. Það var að 12 til 14 til já, það var eitthvað 5. dagurinn líka. 5. dagurinn var dagurinn sem að ég áttaði mig á því að fyrsta breytingin frá estrogeni er byrjuð. Ok, hvernig er hún? Snertu. Kaldari? Nei, fyndi. Nei. Ég er svo mjúk. Oh my god. Ég er svo mjúk. Og þetta bara gerist bara svona. Vá, áhugavert. Það ógeðslega fyndið að það bara tekur, þú veist, það tekur bara örlítið estrogeni og líka hún er bara, ok, og núna ætla ég að vera mýkri. Sem að mín spurningi þá bara, af hverju er við ekki öll svona? Já. Þú veist, af hverju hver ákvað það að sumir eiga bara að vera með verri húð? Já. En já, það er svo að þetta tók eftir. Síðan var, eftir vinnu var leikæfing. Það var Ride the Cyclone. Ég mann hvort við vorum að tala Við tölum aðeins að það var árunni byrjum að taka upp. Já, ok. Ég er að fara að vera í leikreiti, það er söngleikur sem heitir Ride the Cyclone og hann verður í Iðnó í apríl. Ok, nett. En það er söngleikur. Já. Ég syng ekki. Ég er narrator því að ég hef djúpa rödd. Þannig að já, það var leikaðing þar. Hver er leikstýrir? Mjög skemmtilegt. Hver er leikstýrir? Hrafn, hvað var ég gleym alltaf nöfnum út því að ég er líklegast með ADHD. Oh my god. Ég er ekki góð með nöfn. Ég er mjög góður með hvað fólk vinnur við. Og ég held að það sé eftir að tæki Hafdísar Páls, já. Hrafn Hafdísar Páls. Ok, ég þekki hann ekki. Ég er mjög góður, ég veit við hvað eiginlega allir vinna því ég held að ég sé tækifæri sinni í DNA-nu mínu og ég svona klokka alltaf þannig get ég fengið greiða. Þessi getur þetta mér afslætt í Bíkó eða þessi getur ég var að tala við vinminn daginn sem vinnur hjá ákveðinni ríkisstofnun sem að maður þarf að eiga í nokkuð ég skal segja þetta eftir að hættum að taka upp ég vil ekki koma í vandræði sem maður þarf að eiga í nokkuð reglum samskiptum við og það tekur langan tíma. Ég komst að því að ég get heyrt í honum og ef ég er með umsókn eða eitthvað í gangi þá getur hann bara bókstaflega tekið það og setta efst í bunkan og það er gert. Þannig að það er mjög íslenskt. Það er mjög íslenskt og það er það ég ætla að byrja að gera það. Ok. Ég er mjög mótfallin spillingu nema þegar ég nýt einhvern veginn sjálfur góðs afinni sko. Já, þetta er Ísland. Allir þekki alla nema þeir sem þekki ekki nógu marga og við tölum niður til þeirra. Já, æmitt. Þannig að 5. dagar þá var leikæfing niður í, var það æfa í Iðnó? Nei, við erum í grunnskólanum í Breiðholti, ég man ekki hvað hann heitir. Þessi sem að svona ótrúlega mikið af ógeðslega flottum og fallegum svona listaverkum allt og skrítin arkitektur og svona bara maður sér þetta og bara þetta hefur verið listafólk að búa eitthvað til hérna. Já. Það var eitthvað eitt enn sem ég gerði á 5. held ég. Ég átti fund með nýjum leigufélaga. Við erum með herbergisfélaga núna. Okay. Hún heitir Agni, hún er yndisleg, hún er frá Pólandi. Já. Og hún það er vinkona hennar frá Pólandi sem er núna að flytja til Íslands og tekur við af Agni, ok. Já. Og líst þér vel á þessu vinkonu? Já, svona, hún var nýkomin úr flugi þannig að hún var svolítið dösuð. Já. En fyrir utan það þá, já, ég held að hún verið alveg nokkuð góður hluti af þessu. Þessu heimili. Við höfum alltaf verið með herbergisfélaga út því að það bara, þú veist, kynsluðar svona, þú veist, maður er ekki með pening og maður er listamaður og við tókum núna auka herbergi í herbergin í íbúðinni út af því að okkur langaði í skrifstofu og það var bara einn herbergisfélagi. Okay. Það er svo mikil
léttir ykkur Já, ég trúi því. Þegar það eru tveir þá er maður alltaf svona, þú veist, það er alltaf eitthvað fólk Ég er með svo marga brandara það, bara að vera með herbyggisfélag en ég ætla ekki að tala það Ég hef aldrei verið með herbyggisfélaga. Aldrei. Ég flutti inn til fyrrverandi kærustunum minnar. Síðan fer ég í listaháskólan og ég fer í listaháskólan og býð heima fyrrverandi kærustunum minni. Síðan hættum við saman, ég fer í meðferð, flytti aftur heim til foreldra minna, síðan flytti ég bara inn á Hófi. Og síðan fer ég í skiptinám og þá ég var svo 9 ára edrú og var eitthvað svo krumpaður að ég var obsessed af því að vera félagskvíðin. Þú veist, eitthvað svona, ég er alveg félagskvíðin en þú veist, þegar maður fær áráttu hálfgerða fyrir því sem að amar að manni og blést það bara geðað mikið upp þannig ég var eitthvað, ég ætla bara að búa, ég fór til Prag og ég flutti, þú veist, í Prag 20 eða eitthvað svona, þetta er hverfið sem fólk veit ekki er til í Prag, þetta var eins og þorp. Tók mig 1,5 tíma og síðan bara aftur Hófi kjöptum íbúð saman og það eina er að vinkona okkar bjó hjá okkur eftir sambandslit í svona 3 mánuði og vinnur okkar bjó hjá okkur eftir svona 2 vikur í sambandslitum og það er samt gott að geta gefið það. Já, og það er líka, mér hefur þótt það mjög skemmtilegt en á 3. mánuði að vinkona okkar búa heima hjá okkur frábær kona, ekkert að henni ég þoldi ekki neitt sem hún gerði. Já, og því að maður er komið svona sitt eigið rými og allt í hennu og ég bara kom heim og hún var í stofunum minni og ég var bara hvað í fokkanum ertu að gera í stofunum minni sem ég hafði sagt kvöld áður, vertu bara í stofunni við erum með geymslunir í kjallara sem er með opnarlegum glugga og eitthvað sem það er hægt að búa þar ef við værum mjög miklu kapitalistar myndum við örugglega leigja það út en við höfum ekki samviskuna í það. Já, akkurat, ég skilði vel þannig, og hún gæti komið sér vel fyrir en vertu bara síðan uppi af því að þú veist, þú átti ekki að vera í þessum 13 fermetrum með fristikistu allan sólarhringinn en síðan bara tók hún mig á orðinu og eftir 3 mánuðum var ég bara eitthvað, hvað fokkanum akkur er þú í sófanum mínum? Kærastinn minn var akkurat orðin svona með við vorum með 2 herbergisfélaga einn þeirra ítalskur barþjónn svona ógeðslega heitur ítalskur barþjónn ógeðslega næs og alveg geggjaður og hinn var Íslendingur sem var þú veist, fín gaur en kunni eiginlega ekki að sjá sjálfum sig sem að endar á því að Joe sem að akkurat þarf sitt plás skyndilega ef það er bara eitthvað ef að handsápan er komin upp í sturtuna og þegar hann kláraði sjampóið sitt þá er það bara einmitt sem að pirrar hann ekkert í alvörun bara svona í rauninni, þú veist, það er ekki það mikið mál við erum með 2 sápur, þetta er ekkert, þú veist einmitt fyrir í föstudag föstudagurinn, það var ég var með vinnu. Þú varst með vinnu? Já, ég þurfti að byrja á því að skuttla Joe í vinnuna, hann með aðra vinnu líka hann er módel í myndlisskólum í Reykjavík Nút Marl? Alright. Ég myndi gera það en ég kenni stundum þar svona af og til, ég var í málarabrautni þar ætla alltaf í teiknibrautna en var ekki nógu góð en ég fór í málarabrautna og á fyrsta tímanum þá segja þau að þetta er of malerist Nei, ekki malerist, þetta er of illustratíft þannig að málarnir vildi mig ekki út því ég tekna og teknarinn vildi ekki út því mála geggjað en ég sess að það er eitthvað svona falleg og tragísk myndlíking fyrir tvíhyggjuna líka og akkurat, þú veist, ég er alltaf á jaðrinum einhvern veginn, ég er kynsegin ég er alkynneið, svona, þú veist, alltaf svona rétt, ég gerir svo marga hluti og fólk bara skilur það svona hverju ertu ekki einn hlutur getur ekki verið einn hlutur fyrir okkur please fólki finnst það mjög óþægilegt en já, ég var í þessum málarabraut og ég er alltaf með allavega einn fyrirlestur á svona 2 ára fresti eitthvað nice. Þannig að það væri svolítið skrítið ef ég væri að nútmodla fyrir fólk sem ég sé að kenna það væri svolítið steikt sko jafnvel óviðeigandi en já, ég skuttla hann mig vinna þar fór síðan í vinna hjá mér
ég þurfti að svona rusha make-upinu mínu inn á baðherbergi í 20 mínúna pásunum minni það. Já, að því að segja mig gigg. Já, og því að ég var með kynskástur klíf var þá. Já. Sýningin í Tjarnarbíó, þannig að ég hljóp út af vaktinu minni. Já. Og umferðin var það mikil að ég var 10 mínútum sein. Býtu bara mætt 17:40 þá? Ég mætti á slæginu. Já. En það tekur mig 10 mínútur að setja upp sýningu. Já, þannig að það varst að setja fyrir framan áhörundur. Já. Og það er legt. Mjög gaman. Já. En já, ég setti þetta upp og þetta var góð sýning, þetta var virkilega góð sýning. Það er bara að kannski ekki hafa vakt á sama degi næst. Einmitt, ég hef verið mjög mikið að vanda mig við þetta því að þú veist, ég er alltaf einhvern veginn svona, þú veist, maður hugsar alltaf eitthvað hvað maður er að fara að sína í kortur, 20 minútur, klukkutíma eftir hvað maður er að gera. Ég get alveg unnið fram að því en þú veist, maður þarf alveg ég hef allavega svona brent mig á því að mæta eitthvað og bara eitthvað, ok, hvað er ég að gera núna? Hvernig ert þú? Þarft þú mikið space áður en þú sýnir? Þú veist, þarftu að vera baksviðs eða ég yfirleitt les yfir svona rough draftið sem ég er með í símanum bara og síðan sko málega er að ég nota svo mikið að slideshows að það er svo erfitt að ef ég hleypi yfir ykkur brandara eða ef að, þú veist, ég þarf að hafa svona það bil þannig að ég yfirleitt þarf að hlusta á upptöku af sýningunni eða lesi gegnum þetta og það tekur mér svona 5 mínútur bara svona að koma mér að sentra svona, já ok, það er þetta ok, ég þarf að koma þessu að líka og það er bara svona ég þarf í rauninni bara að sentra mig en fyrir utan það þá svona ég get alveg fólk það er alveg eftir sýningar þar sem að mér langar að fara heim sérstaklega ef að ég gleymi ykkur þá verð ég svo reið út í mig þetta fer þú veist, maður gleymir ykkur og þá allt í einn bara sjötta maður niður og síðan koma allir upp að mann eftir og bara þetta var frábært, takk fyrir mig ég veit að þú þekki mig ekkert ég skildi honum ága hérna já, ok, takk fyrir komuna getur þú farið en á samtíma það er svo frábært það maður vil ekki þú veist, maður vil vera næs en á samtíma þá er það svona eftirsýningar sem að ég er svolítið svona systemið er svolítið sjokkt sama hér en síðan akkurat tvíbókaði ég mig líka þannig ég þurfti að fara af þessari sýningu bara beint eftir hana og þurfti ég að fara að preppa mig fyrir næstu sýningu sem var ljóðaslam í bókasamnu og því þetta var náttúrulega safnakvöldi já, þú varst með hana uppistandi þar nei, reyndar ekki það var hann Sölvi sem var með Sölvi, geggjað þau heyrði í mér og ég var með ekki fyrir norðan þá ég held ég hafi bent á þig Ingu og Sölva ok, já, þau fengu örgulega Sölva út því að ég var að performa fattar já, einmitt, hvernig gekk með Íslaminu? Bara vel, þetta var ljóð sem að er hluta stærri bálk sem að ég er ennþá að vinna en þetta er svona þetta akkurat núna heitir þetta 20 sögur til afa og þetta er svolítið svona ég að tala mismundi típar af fordómum sem ég lendi og því að sumar eru fyndnar, sumar eru sorglegar og eitthvað þannig en þannig að þetta eru svona bara margar sögur af fordómum bæði frá mér og frá öðrum og þessi saga fjallaði þegar ég hitti manneskju á event sem að ég var að hósta hinsegin eventi og við höfum verið saman í menntaskóla og ekkert eitthvað spjallaði neitt þannig en einhvern veginn þekkt hún mig bara á röddinni og ég vissi náttúrulega hver hún var þannig við spjöllum áttum gott kvöld og ég skuttlaði henni síðan heim eftir á sem kemur í ljós og hún er bara ótrúlega hægri sinnuð og bara þú veist, hægri sinnuð lesbí og svona eitthvað ok, skrítið en þú veist já, ég enda sett á því að skuttla henni og síðan nokkrum árum setna 2022 þá stofnað LGB Ísland sem að samtökin 22 eitt að fái hatur samtökunum og nafnið hennar var á stofnendalistanum og ég svona twistið í þessu ljóði er að ég skuttla henni heim og hún veit ekki að hún á að hata mig ég er í kjól og allt en út af því hún er blind hún er bókstaflega blind og hún sér ekki að hún átt að hata mig sem er ógeðslega svona myndrænt einhvern veginn svona en þú veist, þetta er
þú veist, það starið á mann svo mikið en skyndilega allt í einu svona, það er ekki bara fólki sem að, það er ekki bara hvernig fólk lítur á mann, það er líka bara fólk sem að sér mann ekkert og samt hatar. Þetta áhugavert. Já, þannig að ég ljóðum þetta, ég las þetta og fólk kom upp að mér eftir og þakkaði mér og eitthvað. Svo alltaf fyndi að þakka fólki fyrir ljóð. Ég eiginlega skrifaði þetta fyrir mig, en Já. Vá, magnað. Og gærdagurinn, hvað gerir þú ger? Gærdagurinn var góður, hvað var ég eftir að gera? Já, heyrðu, hann átti aðra vakt í sem mótel. Þannig að við ákveðum að fara í hádegismat eða eiga hádegismat eftir á. Þannig að ég fer á Kaktus og fer bara að vinna. Listasafni eða á listasafni, já. Frábær staður. Já, mjög næs. En ég fór í ég búin að vera að vinna ljóðabók sem að ég fekk. Ég glemdi að minnst það, ég fekk afneitun á bók þessa vikuna. Leitt að heyra. Forlagið vildi hann ekki eftir 12 vikur að því að lesa hana. Sem var eiginlega stærra vandamál út því að ég vildi koma út fyrir Pride. Og þannig að núna ógeðslega lítill tími og ég svona á ég að gefa út á mínar eigin spýtur hvernig ætla ég að gera þetta. En já. Hvað ætlar að gera? Ég veit það ekki. Þetta er þess að Grindr ljóðabók. Ég tek skilabóð og ég splitta þeim í línur. Þannig að þetta er heilt skilabóð fattari, en ég út í að hefa þetta svona þá verður þetta ókvæmlega fyndið. Þú gefur það út sjálf og fleira en ég held að þetta hafi verið of risky fyrir þau einhvern veginn. Fyrir forlagið. Já, ég held það. Já. En já, þannig ég eyddi morgunum mér að hanna það. Síðan eldaði hrísgrjón og fleira og síðan gerði burrata kjúklinga, nei ekki kjúklinga heldur tómatasalat. Costco er með alveg geggjað burrata. Í alvörunni? Já, maður fær svona 3 í pakka og þannig að maður er bara með þetta er svo mikið indulgence eitthvað, þetta er svo nice. Nú er ég að brjóta alla reglur. Það sést í ljótatækniborðið mitt. Við erum komin á einna myndavél af því að þetta er lengsti þáttur sem ég hef tekið upp. Já. Af því að við erum bara búin að spjalla. Þetta er geðveikt sko. Já, ok, gott. Ég er búin að leita góðum burrata. Ég er sjúkur í burrata. Ítalía er mitt land. Já. Eins og sést á húðleiknum mínum. Akkurat. Já, ég sé það. Já, ég er suður-evrópskur svona í hvað hann náttúrulega kærasti minn er frá Luxemburg. Þannig að hann kann að elda út því að þar er maður með franska, þýska og svona, þú veist, heitt og þetta kemur saman einhvern veginn. Og hann hefur gaman af þessu þannig að, þú veist, í staðin fyrir að henda bara hlutum eitthvað saman eins og Ylningir að gera þá er þetta svona sikkur hlutinir saman sem er mjög næs og akkurat svona burrata og gott tómatasalat mikið hvítlauk og þannig. Síðan ég held ég korma í kvöldmatið eftir það. Náttúrulega vandinn er að sko með tómatasalat á Íslandi er að íslenski tómatar eru drasl. Tómanir í Costco eru góðir. Já, þeir eru innfluttir. Já. Og síðan enduðu við kvöldið á Rekards í Kjallaranum. Já. Gott stöff í gangi Gott stöff í gangi á Rekards. Ég er búin að vera með þeim 3. Ég verði í næstu sýningu líka. Ok, uppistand. Já, ég ætla að tala skiptin sem ég hef verið það sem ég var í sjónvarpi í auglýsingu nakin akkurat þannig að ég gera uppistandi og klæða mig úr á meðan ég segi einmitt, geðvægt. Býtu, var það áður en þú komst út sem trans eða áður en þú byrjaðir að presenta fem eða? Sko, ég byrjaði alveg, þú veist, ég mætti í tökur í pilsi, fattaru en þetta var svona eiginlega momentið sem að ég var svona eiginlega bara svona fuck it, ég ætla bara, þú veist, ekki að vera eitthvað að fela þetta en út af því, þá fékk ég bara engin gig eftir það sem leikari? Já. Það var bara, ég sendi inn sem sagt, myndir með make-up og eitthvað og það bara ég fæ ekki vera í bakgrunns út því að ég er of sýnileg og ég fæ ekki vera í forgrunn út því að það er of út því að, þú veist, það er ekkert skrifað fyrir með tengingarnar
þannig að svona allt í einu þurfti ég bara að gera mín ein tækifæri og það var uppistandi sem að gaf mér svolítið þetta að ég fæ að vera að performa út af því að ég gera það vel. Já, einmitt. Þannig fór hinn myndavælinn líka. Nice. Oh my god. Eða hvað, fór hún eða dó bara skjárinn? Skjárinn dó. Hvað, rosalega er hann eitthvað. Þú að standa ykkur þessu heitur myndavélar. Heyrðu, já, hún dó ekki. Geggjað. Okay, heyrðu, tökum vandamálið kannski. Til þess að finna þér að við erum ekki búin að koma inn á vandamálið. Já. Hvernig í andskapnum selum maður með á sýningar? Sko, það er eitt sem ég hef svolítið gert sem að ég veit ekki hvort að margir svona grasrótar uppistandarar hafa verið að gera, sem að hafa samband beint við starfsmannahópa. Já. Hefur þú verið að gera það? Nei, en ég átti sambandið kennarasamtökin. Okay. Þannig að allir kennarar fengu afslátta með og eitthvað. Mjög gott. Þannig að það kom alveg slatt af þeim. Þú veist, það hefur verið, þá hef ég verið að senda, þú veist, eitthvað bara svona, ef það koma 10 eða fleiri, þá, það hefur gengið vel með VaffHS. Já. Ekki eins vel með mig, af því að ég er ekki eins með ekki nafn og VaffHS. Seta, bara taka breyta meðunafnuðinu. Og síðan það hefur oft selst ágætlega hjá mér þegar ég hef verið í einhverju opinberum útistöðum með fólk, þannig að en það er vissulega mjög, kannski það er auðveldara fyrir mig sem hvítan cis ófallaðan kallmann að fara í opinberar útistöður við. Það er engin hætta fyrir mig kannski. Já, sko kallan þeir alveg koma, en yfirleitt þarf ykkur að draga þá með, sem er ógeðslega fyndið út því að ég veit að þeir hafa ógeðslega gaman að þessu. Já. En þeir einhvern veginn svona leit ekki að því. En það er náttúrulega bara með allt sko, konur kaupa 70-80% af öllum viðburðamiðum á landinu. Og meira sé að ég sem að lifa á viðburðahaldi og lærður leikhúsmaður hófi á frumkvæða eiginlega öllum leikhúsarinn sem við förum í. Já. Þetta er alveg ferlegt sko. Þetta verður að standa betur. Ég verð að standa með betur. sem ég held að við getum alveg sagt annars að vera en þetta verkefni við af með það að ég er feminist icon. Já. Ég held að við getum öll verið sammála um það. Ég sé það. Með þessa sölu. Já. Hjá mér þá hef ég verið að ná aðlega til hinsegin hópa og síðan akkurat kennara en það er alltaf fyndið að það eru 2 hópar sem að svona elska mig mest. Það eru svona meðaldra konur sem að fá ekki nóg af mér. Það er ógeðslega fyndið. Fyrst þegar ég byrjaði í uppistandi þá var eiginlega óvart. Ég byrjaði að gera hvað heitir það? Gæsanir. Ok, geggjað. Ég var með BDSM fræðsluðar og þegar ég er náttúrulega búin að vera í BDSM samtökunum alveg heil lengi og var þá með svona fræðslu skemmtunar dót þar og akkurat svona eldri konur það er svo fyndið hvað það sjá mann ekki beint sem mannesku en það er elska mann og síðan eru það yngri konuna sem að actually skilja og svona hafa gamna og líka mikið af hinsegin fólki náttúrulega en það er bara ekkert allir sem að eiga fyrir þú veist, einhverju sýningu þú veist, að vera að fara reglulega. Já, þetta eru mistökin sem ég gerði líka sko mistökin sem þú gerðir með að fæðast kynsegin og mistökin sem ég gerði með því að tala meira til vókliðsins það á ekki eins mikinn pening og anti-vókistanir upp til hópa kemur í ljós að það er engin beint að svona í efri stöðu sem að geta bara verið að kaupa miðahanda öllum einmitt Heyrðu, þetta er orðið bara geggjaða þáttur, ég held að við þurfum bara að hætta já takk fyrir mig takk fyrir komuna, ógeðslega gaman að kynnast þér sömuleiðis ég heiti Stefán, þetta er Sindri hann er með sýningu sem heitir Kyn/Líf í Tjarnarbíó og ég mæli með og ég ætla að gera fleiri þætti takk fyrir að horfa og hlusta þetta var frábært